Það eina sem við eigum eftir að gera fyrir þetta skjal núna að vista það. Við þurfum að fara í skrá og við getum notað hvort sem við viljum vista eða vista sem. Og ef við smellum hérna á vista þá spyr hún hvert við viljum setja þetta. Ég ætla sjálfur að setja þetta bara hérna á skjáborðið. Sjálfgefna nafnið hjá mér er ónefnt 1 og ég ætla að gefa þessu nafnið skúffu fyrir tæki með það er gamall vani hjá mér að nota ekki íslenska stafi og þetta vistast núna ef við íta vista með sem ODS skjal, það er að segja Open Document Spreadsheet og nú sjáum við efst í titilstikkunni að skjalið heitir skúffufyrirtæki.ods. Ef að einhver þarf að fá þetta skjal sem ekki að nota LibreOffice Calc, hann til dæmis gæti hugsanlega verið að nota Microsoft Excel, þá frekar ólíklegt að hann sé búinn að útvega sér breyti fyrir ODS skjöl og þess vegna sniðugt fyrir okkur að vista fyrir hann á Excel formi. Þá getum við farið í skrá og vista sem og ef við höldum þessu nafni hérna skúffu fyrirtæki, þetta ennþá á skjáborðinu hjá okkur, en við förum hérna niður þar sem stendur skráarsnið, öll skráarsnið og við veljum Microsoft Excel 2007 þannig að undirnafnið .xlsx komi á skjalið. Þá búin að velja hérna þessa skráartegund. Nú smelli ég á vista og hún bara einfaldlega vistar þetta og hefur eins og maður sér hérna búin að gera XLSX skjal úr þessu. LibreOffice getur opnað hvort sem ef við lokum þessu skjali núna og förum hérna á desktop, þá hérna Excel skjalið og hérna LibreOffice skjalið og ég get smellt á hvort sem og LibreOffice opnar þetta eins og ekkert sé og það opnar þetta eins og ekkert sé og það engin munur á þeim. Hins vegar gæti þeir sem að nota Excel lent í vandræðum með ODS skjölin og þess vegna sniðugt að vista sérstaklega fyrir þá.